Með núna, já. Innilega velkomin. Mér finnst þetta svo fallegt þar sem við vorum að syngja koma eins og maður er. Við eigum öll okkar sögu og höfum öll okkar sérkenni og bara Guð elskar okkur eins og við erum og þannig komum við fram fyrir hans auglýtt. Björn, ég ætla að gera smá breyting á dagskrá. Ég baði að koma með myndina undir predikun. Geturðu sett hana upp núna? Hana Biblíu, já, nákvæmlega. Ekki lengi að bregðast við. Það var síðasta miðvikudag. Þá prófaði ég að setja, þetta svona pröfukeisla á því sem mig langar til að kalla bókarklúbbinn, sem nokkuð konar biblíulestrar. En svona ég hef eitthvað meira í hyggju næsta vetur með þetta. Og síðast þá var ég að tala tapað fundið, dæmisögur Jesú týnda sauðinn, týndu drottnuna og týnda soninn. Og þetta var frábært kvöld, góða samræður. Og það sem við komumst að þarna, það var ég var kannski of þröngur á því að bjóða fólki að koma. Ég talaði velkomin 20-40 ára, en það var okkar niðurstaða, ég ætti kannski segja bara, yngra fólk er velkomið. Ok, maður er alltaf yngri en einhver annar. En einu sinni var ég á námskeiði þar sem var sagt, þeir sem eru yngri verið vinstra megin, þeir sem eru eldri verið hægra megin. Ef þú ert að hugsa hvort þú ert yngri eða eldri, þá varstu eldri. Þannig að, en bara verið velkomin. Ég verð með annan lestur á næsta miðvikudagskvöld. Þá ætla ég að tala hann Samson og Dalíu í Dómarabókinni. Það er svona merkileg ofurhetjusaga. Samson er sannarlega kristgervingur líka og bara til að vekja forvitningar þá kemur þessi sírópsdós við sögu á mjög óvæntan hátt. Verið velkomin í bókarklúbbinn á miðvikudagskvöldi klukkan 8. En hér erum við samankomin og það er ekki eftir neina að bíða. Við skulum signa okkur og biðja saman upphafsbæn. Við segjum í nafni Guðs Föður og Sonar og heilags Anda. Amen. Drottinn, ég er komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, Faðir, skapari minn, þú Drottinn, Jesús, frelsari minn, þú heilagi Andi, huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjör mína og bæn og opna þú með þínum heilaga Anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krists, að ég fyrir þitt orð iðrist synda minna, trúi á Jesú í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen. Og næst ætlum við að syngja lag eftir einn kórfélaga sem heitir Hann er, og hann er höfundurinn nákvæmlega þarna, hann Stefán. Og þetta er við texta Sigurbjörns Þorkelssonar. Och
Drottinn, miskunna þú oss. Kristur, miskunna þú oss. Drottinn, miskunna þú oss. Dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu og velþóknun yfir mönnum. Þessi fyrri ritningalestur, eða lexía, úr spádómsbók Sakaría og nú 7. sunnudagur eftir páska. Þar segir, en Drottinn Guð minn mun koma og með honum allir heilagir. Á þeim degi verður hvorki hlý sólarbirta né svalt mánaskinn, það verður samfelldur dagur. Og á því kann Drottinn einn skil, ekki dagur, ekki nótt og jafnvel að kvöldinu verður bjart. Á þeim degi mun ferskt vatn streyma frá Jerúsalem að hálfu í Austurhafið og að hálfu í Vesturhafið, jafnt sumar sem vetur. Drottinn mun þá verða konungur yfir veröldinni allri. Á þeim degi mun Drottinn verða einn og nafn hans eitt. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Þessi þakkar gjörð. Pistillinn úr postulasögunni. Þá snéru þeir aftur til Jerúsalem frá Olíufjallinu, sem svo nefnt og í nánd við Jerúsalem, hvíldardags leið þaðan. En þeir komu þangað, fóru þeir upp í loftstofuna, þar sem þeir dvöldust. Það voru þeir Pétur og Jóhannes, Jakob og Andrés, Filippus, Tómas, Bartolómeus, Matteus, Jakob Alfeusson, Símon vandlætari og Júdas Jakobsson. Konurnar voru einnig með þeim og María, móðir Jesú og bræður hans. Öll voru þau með einum huga, stöðug í bæninni. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Dýrð sé þér, Drottinn. Þá syngjum við saman. Oh,
Já, þessi kór dásamlegur og Óskar. En nú ætla ég að lesa fyrir ykkur Guðspjallið og þá rísum við á fætur. Og það hljóðar svo í Drottins nafni. Þetta fyrirbæn Jesú úr 17. kafla Jóhannesar Guðspjalls og þar segir Jesús: Ég bið fyrir þeim. Ég bið ekki fyrir heiminum, heldur fyrir þeim sem þú hefur gefið mér, því að þeir eru þínir og allt mitt þitt og þitt mitt. Í þeim ég dýrlegur orðinn. Ég ekki lengur í heiminum. Þeir eru í heiminum, en ég kem til þín. Heilagi Faðir, varveit þá í þínu nafni, því nafni sem þú hefur gefið mér, svo að þeir verði eitt eins og við. Meðan ég var hjá þeim, varveitti ég þá í nafni þínu sem þú hefur gefið mér og gætti þeirra, og enginn þeirra glataðist nema sonur glötunarinnar, svo að ritningi rættist. Nú kem ég til þín og þetta tala ég í heiminum til þess að þeir eigi í sjálfum sér fögnuð minn fullkominn. Ég hef gefið þeim orð þitt og heimurinn hataði þá af því þeir ekki af heiminum, eins og ég ekki af heiminum. Ég bið ekki að þú takir þá úr heiminum, heldur að þú varveitir þá frá hinu illa. Þeir eru ekki af heiminum, eins og ég ekki af heiminum. Helga þá í sannleika, þitt orð sannleikur. Þannig hljóðar heilaga Guðspjall. Lof sé þér, Kristur, og við skulum játa saman okkar heilugu trú. Ég trúi á Guð, Föður, almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, Drottinn vor, sem getinn af heilugum anda, fæddur á Maríu mey, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á 3. degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs Föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélaga heilagara, fyrirgefningu syndana, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Nú skulum við fá okkur sæti og þá ætlum við að flytja lag sem búið að vera dálítið lengi í salti. Þetta lag eftir hann Óskar okkar Einarsson sem hún María ætlar að leiða okkur í og þetta, ég ætla bara að benda ykkur á, þetta eitt af lögunum sem á disknum sem að kórinn gaf út árið 2014 með að vera ennþá hægt að gefa út geisladiska. Og það hægt að nálgast það á Spotify og diskurinn heitir Með fögnuði, leitið bara í Kór Lindakirkju og nú ætlum María að leiða okkur. Þú sagðir allt sem ég ætlaði eiginlega að segja, ég ætlaði einmitt að nefna þetta. Fyrir ekki nú slökkt ég á þér, Great minds think alike. Já, ok. Eitt ég ætla reyndar að bæta við viðbót að hérna, Josh Groban söng lag og gerði það heimsfrægt sem heitir You Raise Me Up og samin af Normanni sem að sumir vilja meina hafi verið stólið á hann Jóa okkar Helga sinni. Ég samdi lag sem heit Þú lyfti mér upp, You Raise Me Up, hans stál sem sagt minni hugmynd. Ég samdi þetta lag undan. Það komið 25 ár síðan og hérna, en nú ætlum við að flytja þetta í fyrsta skipti með Maríu í frontinum. Ég heldum bara að flytja þetta einu sinni hérna áður í messu, getur ekki verið, munið það? Já, fara á sestivinir. Taka smá áhættuatriði í leiðinu og spila smá undirspil með. Faðir
Óskar, talandi hennar Norman. Einmitt. Það 17. maí í dag, þjóðhátíðardagur Noregs. Til hamingju með það. Takk. Já. Af hverju óskar mér til hamingju? Af því að þú ert norska konu. Ég 1/4 norðmaður líka. Já, ok. Erum við ekki öll normennin við beinið? Kannski. Og bara þið sem eru á norskum ættum og svoleiðis til hamingju með þjóðhátíðardag Normanna. Og tíminn flýgur áfram og hann teymir mig á eftir sér eins og skáldi komst á orði. Mér finnst jólin einhvern veginn vera nýbúin og páskarnir og svo stöndum við á þröskuldi hvítasunnunar og 17. maí minnir mig á það að það bara mánuður í að það er komið 17. júní. Og þetta nú svona með tíman, þegar maður eldist að þá finnst manni eins og þetta skreppi allt saman. Og það var ágættu vinur minn sem að útskýra þetta þannig fyrir mig, Gummi minn, þetta út af því að með hverju ári sem líður þá verður það minna og minna hlutfall af æviðinni. Það bara heilmikið til í því. En á sig með okkur friður frá Guði, Föður og Drottni Jesú Kristi. Þetta Guðspjall sem við fengum í dag, sem einmitt síðasti sunnudagurinn áður en stóra hátíðin, hvítasunnuhátíðin kemur, það tekið úr bæn Jesú sem í rauninni nóttina sem var handtekinn. Þetta bara bæn sem úr Jónasar Guðspjalli og svo koma varðmennirnir og handtaka hann. Það sem hann að biðja fyrir okkur. Í þessari bæn Jesús að biðja fyrir okkur. Og bæn, hún skiptir máli. Hún mikilvæg. Hún breytir. Mér finnst það í það minnsta þegar ég veit að einhver að biðja fyrir mér, þá gefur það mér styrk. Til dæmis eins og tengdaforeldrar mínir, mér var svo gott að heyra það þegar tengdapabbi myndi okkur alltaf á, þegar maður var að takast á við eitthvað, mundu það bara og munið það bara á hverjum einasta morgni, þá lesum við þessi biblíunni hjónin, svo byggjum við fyrir ykkur börnunum okkar. Og einhvern veginn það var svo gott að hafa þetta með sér, að vita þetta. Og jafnvel fékk maður bara hugrekki, já, þetta hlýtur að fara vel. Systa og Gísli að biðja fyrir þessu. Já, talandi að biðja fyrir. Við finnum það mjög sterkt hérna í söfnuðinum að við þörfnumst öll fyrirbænar. Til dæmis bæna altarið okkar, bæna kassin. Þegar það streyma í hann miðar á hverju sunnudagskvöldi sem beðið fyrir á 50-dagsmorgnum hér kl. 9. Það lítill hópur í raun og veru sem biður fyrir og kannski þetta eiginlega bara mikilvægasta þjónustan sem við höfum hérna í kirkjunni, að biðja fyrir hvert öðru. Já, bænin breytir. Og talandi hvítasunnuna, hvítasunnan hátíð heilags anda. Við minnumst fæðingu Jesú á jólunum, við minnumst krossfestingar og upprisu í Dymbilvík og Páskunum og svo þetta ekkert minni hátíð heldur en hérna tvær, hvítasunnan. Það engar gjafir og það ekki páskaegg, það bara gleði. Og það eiginlega fer vel á því að það sé ekki eitthvað hlutlægt sem skiptir máli í tengslu við hátíð heilags anda, því það andinn sem okkur gefinn. Og talandi bænina, ég held að ekkert okkar biðji eins mikið og við ættum kannski að gera. En við biðjum samt meira en við höldum að við gerum. Vegna þess sem þó ætla ég að vitna þess í Pál Postula, hann talar andan og segir: andinn hjálpar okkur í veikleika okkar. Við vitum ekki hvers við eigum að biðja eins og ber,
en sjálfur andinn biður fyrir okkur með andvörpum sem engum orðum verður aðkomið. Þegar við bara getum ekkert annað en andvarpað og bara, ég alveg bara búin að tapa öllu og bara veit ekki hvað ég á að gera, þá andinn að biðja með okkur og fyrir okkur. Og þannig tekur Guð þátt í líf okkar þegar við komum fram fyrir hann. Og jafnvel þegar okkur skortir orð. Heilagur andi breytir andvörpum okkar í bænir og tárum í ákall. Hann talar fyrir þig, vernda þig og hann sér til þess að við verðum heyrð. Mér finnst svo merkilegt að lesa þessa bæn og þegar ég verð var við það í ritningunni að Jesús hafði okkur alltaf í huga, eins og í frásögninni Tómas postula, sem að trúði ekki að Jesús væri upprisinn fyrir hann að fengi að sjá og þreifa á, og svo mætir Jesús honum og með útréttar hendur og Tómas segir drottinn minn og Guð minn, og þá segir Jesús, þú trúir af því að þú hefur fengið að sjá, en sæl eru þau sem ekki hafa séð og trúa þó. Hann að tala okkur og í þessari bæn hann að biðja fyrir okkur. Og ég ætla að tæpa aðeins á nokkrum þáttum í bæninni, þar sem hann til dæmis segir, ég bið ekki fyrir heiminum, heldur fyrir þeim sem þú hefur gefið mér. Því þau eru þín og allt mitt þitt og þitt mitt. Og í þeim ég dýrlegur orðin. Takið eftir þessu. Vegna þess að orðið hefur fengið vöxt og það hefur breiðst út, það gerir Jesús dýrlegan í heiminum. Í þeim ég dýrlegur orðin og verði ég dýrlegur. Og svo kemur þetta, ég ekki lengur í heiminum, þau eru í heiminum, en ég kem til þín. Og hann veit hvað bíður hans. Varmennir að koma, þeir að handtaka hann. Og hann veit að dauðinn á krossinum bíður hans og hann skilur lærisveinahópinn eftir. Hann skilur vini sína eftir og hann óttast að þau séu eins og munaðarlaus, að þau séu einmana og þau séu hrædd. Svipað eins og ég var búin að vinna ég veit ekki hvað lengi í sumarbúðum, þegar maður sendi börnin sín í sumarbúðir, þá var maður alveg skelfdur yfir því að þau séu bara, hvernig ætli þeim líði þarna, og þó að maður þekki alveg starfsfólkið og hvaðina. Þegar sonur minn, hann fór fyrst í Kaldasel, það var 6 ára, og gist í 4 nætur, og maður var alveg bara á hverju kvöldi, bara hvernig ætli þetta gangi nú og eitthvað svona. Og svo sótti hann í rútuna og segi, Felix minn, saknaður okkar mömmu? Þá horfði hann á og sagði, af hverju? Þannig að þetta var nú ekki voðalega erfitt fyrir hann, blessa hann. Enda mjög sjálfstæður hefur alltaf verið. Þetta eins þegar við sendum börnin okkar til útlanda, eða bara þau sem við elskum og þau eru í einhverjum aðstæðum sem við höfum áhyggjur af. Þannig þessi umhyggja Jesú fyrir okkur. Hann hefur áhyggjur af því að þeir séu ekki með honum. Eins og hann sagði, hann verndaði þá. Hann verndaði fólkið sitt. Og svo biður hann fyrir einingu, að við séum eitt eins og hann og Guð, Faðirinn, eru eitt. Og það að vera eitt, það ekki að sama að vera eins. Það þýðir ekki að við þurfum að vera steypt í sama mót. Heldur það sem að sameinar okkur, það í raun og veru Guðs orð, það sannleikurinn. Eins og Jesús kallar sjálfan sig, hann segir, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og þess vegna til dæmis trúarjátning mikilvæg, að við horfum ekki stöðugt á það. Ég meina, kirkja Jesú miklu stærra heldur en eitthvað að heita lútersk eða
hvítasunnu eða aðventistar eða kaþólikar eða eitthvað svoleiðis. Við eigum að horfa á það sem að sameinar okkur. Það fagnaðarerindið Jesú Krist, það hann sem vegurinn og hann sem sannleikurinn og lífið. Svo allt bara eins og ágættur vinur minn sem trúarbragðafræðingur, hann sagði, Gummi, við erum í rauninni öll einhvers konar villutrúarmenn. Það dálítið til í því. Við skjótum einhvers staðar fram hjá markinu, alveg klárlega, öll einhvers staðar. En við erum helguð í þessu sannleika sem Kristur. Eins og hann orðar sjálfur í bæninni. Og hann segir að við séum í heiminum en ekki af honum, eins og hann talar sjálfan sig. Það þýðir að við sem eigum trú á Jesú, við eigum kannski eitthvað sem ekkert í heiminum getur gefið öðruvísi en hann. Og það gefur okkur ákveðna ábyrgð. Við eigum eitthvað sem gæti verið öðrum mjög dýrmætt eins og það hefur verið okkur dýrmætt. Svipað eins og ef ég væri í strætó og sæi mann með exem á hnakkanum og ég var einmitt búinn að vera með svipað exem og við svona frábært krem og þá ætti ég að banka í hann og segja, heyrðu, ég sé út með svona exem, ég hef búinn að vera þjáður af þessu í mörg ár, það frábært að fara út í apótek og kaupa Vicks eða vótt eða. Og það virkar alveg frábærlega. Þannig það, ef við höfum fengið lausn með einhverjum hætti fyrir trúna, fyrir bænina, þá höfum við þessa ábyrgð að bera einhvert annars byrðar og uppfylla þannig lögmál Krists eins og Páll orðaði í Efesbréfinu. Og svo það sannleikurinn. Hvaða sannleika ég að tala um? Jesús sagði við Pontíus Pílatus, ég komin í heiminn til að bera sannleikanum vitni og Pílatus spurði, hvað sannleikur? Og þekkjandi ekkert annað en sannleika sverðsins og ofbeldisins í rauninni það sem hann vildi að væri satt, það gat hann látið vera satt. Þó það væri bara lygi. Sannleikurinn ekkert endilega bara það að segja satt. Sannleikurinn fólginn í Guðs orði og að þekkja það. Ég heyrði einu skemmtilega líkingu að sannleikurinn og lygin bjuggu í litlu þorpi og Davíð sagði lygin við sannleikan, sjáðu hvað vatnið dásamlegt og þetta svo heitur dagur, væri ekki alveg kjörið að fá sér sundsbrett. Og sannleikurinn samþykti það og sannleikurinn og lygin klæddu svo hverja spjör og syntu. Allt í einu stökk lygin upp úr vatninu og stal fötunum á sannleikanum og hljóp í burtu. Og sannleikurinn vildi ekki klæðast fötum lyginnar, þess vegna gekk hann nakinn eftir það. Fólk sneri sér undan og fylltist hneykslum þegar sá nakinn sannleikan. Eftir þann dag á fólk mun auðveldara með að sætta sig við lygina í fötum sannleikans en að horfast í augu við nakinn sannleikan. Sannleikurinn sem Kristur fjallar fyrst og fremst orð Guðs. Og við komast til þekkingar á því með að þekkja það betur, með að kynnast Jesú betur gegnum bænina, í gegnum það að lesa. Og Biblían svo miklu meira en bara eitthvað trúarrit, þetta bara grunnurinn að menningu okkur á svo margan hátt. Eins og við getum mögulega komið stað í sögunni Samson. Þannig að svo margt í kringum okkur sem vísar í Biblíuna, meira segja þessi dós af sírópi, hún tilvitnun í Samson, en þið eru bara velkomin að kynnast í hvað ég á við með því. En Jesús, vegurinn okkar, sannleikurinn okkar og lífið okkar elskar okkur. Hann biður fyrir okkur
þá og núna. Biððu þess að við séum vernduð frá illu, biððu þess að við séum eitt, biððu þess að við hvílum svo örugg í sannleika hans að við getum orðið öðrum til bjargar og fyllt þeirra líf, tilgangi og von. Tókuð eftir því sem ég las Póstulasögun áðan alla þessa kalla sem komu þarna og konurnar voru og mamma Jesú líka og þau báðu saman í einum anda, í sannleika og kærleika. Dýrð sé Guði, Föður og Syni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, og verða mun aldir alda. Amen. Nú ætlum við að syngja saman heilagan anda. Það svo sjaldan sem við syngjum hann og okkur fannst það nú bara alveg tilvalið að syngja helgan anda núna þegar við erum svona nánast á þröskuldi hátíðar andans. Kom helgur andi eins og eldur skýr. Ég ætla að bæta einu við vegna þess að hvítasunnudagur framundan. Ef þið viljið svona lesa ykkur til það og bara svona undirbúa ykkur fyrir það hvað sú hátíð snýst, þá getum við lesið gjöf heilags anda í öðrum kafla Póstulasögunnar.
Nú komið að bænastund hjá okkur og þá minni ég á það sem ég sagði, við þurfum ekki endilega að hafa orð. Það andvörpin okkar sem duga, hugsanir okkar, Guð þekkir hversu þjörnumst og mætir okkur, en við skulum umfram allt leyfa okkur það að vera einlæg frammi fyrir Guði, þakka og biðja. Hún Bryndís ætlar að leiða okkur í, þetta lag sem ég þykir afskaplega vænt Nú ertu faðir okkur nálægur í dag. Það talað þyt af englavængjum og hún syngur þetta svo fallega að ég bara sé englavængina blakta þegar þetta gerist. En þó það sé ekki annað, við skulum bara taka undir sönginn, svo hvet ég ykkur til að nota þjónustuna þarna við bænaaltarið, skrifa bænarefni ykkur á miða ef einhver eru, eða kveikja ljós fyrir því sem liggur okkur í hjarta, og svo ljúkum við stundin á því að biðja saman bænina sem Jesús kenndi. Nú ég veit
þökkum við Drottinn að þú ert nálægur, þú heyrir bænirnar okkar, þekkir okkur hvert og eitt, glímudagana, gleði okkar og erfiðleika. Allt þetta felum við þér. Og það gerum við best í bæninu sem þú kenndir og byggjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Sá fætur þykja blessun Drottins. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú blessaða nafni. Amen. Fáum okkur aðeins sæti aftur. Við ætlum að njóta þess að hlusta á hana. Rögnu Björk, hún ætlar að leiða okkur í You Say. You Say. Já. Hvað heitir hún eftir sönguna? Lauren Daigle. Lauren Daigle. Þetta var rosalega... Svona country-skotið gospel. Já. Og svona slysast held ég aðeins inn á miðlana fyrir svona 6 árum síðan, 7 árum síðan. Og var þetta mjög frægt og mikið spilað í útvarpinu. Og fáið sem að gera sér grein fyrir þessu trúarlega innihaldi. Það er málið. Ég myndi varla að segja slysaðist, þetta er svo gott lag. Þetta er rosalega gott lag, en ég er ekki viss að endilega þeir sem hafi hleypt þessu í spilun og átti svo að þeir var að setja trúarlegt lag í spilun. En og þetta lag er mér mjög kært og mjög nálægt því að þegar við tókum þetta lag upp 2019 þá var ég svona einhverju smá á erfiðum stað. Það var mjög erfitt verkefni sem að þurfti að standa frammi fyrir og vinna mikið í og þá dettur þetta lag inn og verður svona lag sem er sungið í fermingum og þið vitið þá syngjum við 9 eða 12 sinnum í fermingum, þannig ég söng þetta bara nokkur sinnum að dag, nokkrar helgar í röð og stundum er þetta svolítið þannig við trúum á það sem við sjáum en þetta stundum að segja svo við finnum og ef maður segir nógu oft, eða mér finnst það að segja nógu oft að einhver trúi á mann og ætla að leiða mann í gegnum það, að
þá fær maður kraftinn til þess að gangi gegnum þetta þó maður sé fullur efasemda og maður trúir ekki að þetta skuli nokkuð mann ganga, en ef einhver segir bara við mann, þú getur þetta og þú ert nógu sterk og þetta verður einhvern tímann búið, þá trúir maður og þá getur maður. Say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Oh, you say I am loved when I can feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. You say I am yours. Oh, I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Oh, you say I am loved when I can feel a thing. You say I am strong when I think I am weak.
Elsku vinir, förum í friði og þjónum Drottni með gleði.